3 börn frá Gaza koma hingað til lands í kvöld og hitta móður sína eftir 10 mánaða aðskilnað. Hvergi meira hungur í heiminum nú en á Gaza, að sögn Sameinuðu þjóðanna. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar telur að nýtt strandveiðifrumvarp atvinnuvegaráðherra geti valdið því að gengið verði of mikið á fiskistofna. Ráðherra vill afturkalla heimild Fiskistofu til að stöðva strandveiðar. Framleiðendur í Bandaríkjunum vita ekki hvernig bregðast eigi við sífelldum breytingum Bandaríkjaforseta á tollum. Þeir tollar sem hafa verið dæmdir ólögmætir fá að standa þar til áfrýjun lýkur. Enn er hætta á skriðum úr fjallinu í Sviss, þar sem stór jökulskriða lagði þorp í rúst fyrr í vikunni. Þá hefur jökulbrot stíflað á við þorpið sem skapar mikla flóðahættu. Stemningin er í Kópavogi í kvöld, þar sem að tónlistarmaðurinn Birnir ætlar að fagna útgáfu nýju plötunnar sinnar, Dyrnar. Við lítum við á tónleikunum í fréttatímanum. Gott kvöld. Talið er að maðurinn sem leitað hefur verið að í sjónum úti fyrir Örfirisey við Reykjavík sé fundinn. Hann var ekki með lífsmarki þegar hann fannst og er talinn hafa örmagnast á sundi. Umfangsmikil leit hófst síðdegis í gær eftir að tilkynnt var manninn í sjónum. Fundað var framhaldið í morgun og ákveðið að stækka leitarsvæðið. 200 manns tóku þátt í leitinni ásamt þyrlu, drónum og bátum. Maðurinn fannst á 3. tímanum í dag. 3 börn frá Gaza eru væntanleg til landsins í kvöld þar sem þau hitta móður sína eftir 10 mánaða aðskilnað. Utanríkisráðherra segir þetta stóran en flókin áfanga og vonast til að fleiri fjölskyldur geti sameinast á næstunni. Starfsmenn á vegum utanríkisráðuneytisins flugu til Kaíró í Egyptalandi og sóttu börnin 3 sem eru 10, 12 og 14 ára. Þau hafa ekki hitt móður sína í 10 mánuði og má því búast við fagnaðarfundum þegar þau lenda á Keflavíkurflugvelli seint í kvöld. Þetta er stór áfangi, við höfum náttúrulega ekki viljað vera að ræða þetta mikið út af við höfum bara verið að vinna í svolítið flóknum verkefnum þessu tengdu og þetta er fyrsta skrefið sem er mjög ánægilegt skref að börn sem hafa fengið einmitt dvalarleyfi hér á Íslandi á grundvelli íslenskra laga þau eru að komast og sameinast fjölskyldu sinni. 40 palestínskir ríkisborgarar hafa á síðustu 12 mánuðum komið hingað til lands á grundvelli fjölskyldusameiningar samkvæmt upplýsingum frá Útlendingastofnun. Þorgerður Katrín segir að í ljósi eldfimrar stöðu ytra sé flókið að koma fólki til landsins frá Gaza. Hvert orð getur verið viðkvæmt þannig að meginmálið er að koma fólki í skjól sem á rétt á því. En við erum líka og ég til að mynda í tvíhliða viðræðum við mína kollega eins og í Jórdaníu og fleira nota tækifæri til þess að liðka fyrir í þessum málum þannig að þetta þokast allt í jákvæða átt. Þar er hún að vísa til frekari fjölskyldusameininga sem þó sé ekkert hægt að fullyrða á þessum tímapunkti. Þetta er nokkuð flókið verkefni, snúið í allri þessari diplómatíu á milli landa í eldfimu ástandi eins og er fyrir botni Miðjarðarhafs en það er alveg ljóst að við erum að skoða og vinna að fleiri fjölskyldusameiningum en það er ekki tímabært fyrir mig að tjá mig frekar málið. Hvergi meira hungur í heiminum nú en á Gaza, að sögn Sameinuðu þjóðanna. Ísraelsmenn hafa samþykkt tillögu Bandaríkjamanna vopnahlé þar. Hamas hefur ekki svarað tillögunni en þó gefið í skyn að hún sé ófullnægjandi. Ísraelsmenn halda áfram árásum og 11 voru drepnir þegar eldflaug var skotið á bíl á fjölmennum gatnamótum í Gazaborg. Talsmaður samhæfingarskrifstofu aðgerða Sameinuðu þjóðanna í mannúðarmálum segir að allir íbúar Gaza standi frammi fyrir hungursneyð. 600 vörubílar af hjálpargögnum hafi verið affermdir á Gaza frá því að neyðaraðstoð var hleypt þangað. This limited number of truckloads that are coming in is a trickle. It is drip feeding food into an area on the verge of catastrophic hunger. It's not a flood. Gaza is the hungriest place on earth. And the aid operation that we have ready to roll is being put in an operational straitjacket that makes it one of the most obstructed aid operations, not only in the world today, but in recent history of global humanitarian response anywhere.
Dótturfélag Isavia, sem sinnir flugleiðsögu á íslenska flugstjórnarsvæðinu, hefur sagt upp 5 flugumferðarstjórum vegna brota í starfi. 5 aðrir fá áminningu. Þeir 5 sem fengu uppsögn höfðu skráð fleiri tíma á sig í vinnu en þeir í raun og veru unnu. Þeir uppfylltu því ekki skilyrði lágmarks tímafjölda og voru þar með ekki með gild leyfi til að sinna flugumferðarstjórn. 5 aðrir sem tóku þátt í brotunum með þeim verður veitt áminning eða alvarlegt tiltal. Samgöngustofa hefur málið til rannsóknar og tjáir sig ekki á meðan. Lögreglan á Suðurlandi hefur lokið rannsókn sinni á andláti karlmanns á 70-aldri sem lést eftir hrottalega líkamsárás í Gufunesi í mars. Málið komið til héraðssaksóknara sem tekur ákvörðun hvort gefin verði út ákæra. Þá einnig grunur frelsissviptingu og fjárkúgun. 10 hafa haft stöðu sakbornings í málinu og 3 þeirra verið í gæsluvarðhaldi síðastliðnar 11 vikur. Breytingar á strandveiðilögum geta valdið ósjálfbærni í veiðum að mati Hafrannsóknastofnunar. Forstjóri stofnunarinnar segir að hún hafi þó enga skoðun á því hver veiðir fiskinn eða hvernig. Atvinnuvegaráðherra vill með nýju frumvarpi breytingu á lögum strandveiðar tryggja 48 daga strandveiðitímabil í sumar. Meðal annars með því að afturkalla heimild Fiskistofu til að stöðva strandveiðar á fiskveiðiárinu. Þá yrði ráðherra heimilt að auka kvóta fyrir strandveiðar umfram það sem þegar hefur verið ákveðið fyrir yfirstandandi tímabil. Viðbótar aflamagnið kæmi þó ekki ofan á núverandi kvóta, heldur dregst það frá framtíðar kvóta næstu ára, sem þýðir að lækka verði kvótan jafn mikið á komandi árum, þannig að heildar áhrifin jafnist út á fullu fyrir tímabilið 2028 til 2029. Í dag staðfesti ráðuneytið að ekki verði gerðar breytingar á hversu mikið má veiða á daga á yfirstandandi strandveiðitímabili. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar segir það áhyggjuefni að vikið sé frá þeirri aflareglu sem hefur verið í gildi. 20% af veiðistofni hvers árs. Hver að veiða, hvernig þeir veiða og hversu mikið á dag. Það er stjórnvalda að ákveða það og hefur ekki og Hafrannsóknastofnunin í grunninn ekki að skipta sér að því eða veita ráðgjöf það. Það sem við erum einfaldlega að benda á að með þessum hætti, hvernig sem það fer, að þá er verið að veiða umfram bæði það sem ráðlagt bæði það sem að aflaregla stjórnvalda kveður á og að við höfum áhyggjur af því að hér verði þá ósjálfbærar veiðar að ræða. Hvaða áhrif getur það haft? Og það hefur auðvitað það áhrif að veiðistofnin og hrygningarstofnin getur farið minnkandi og við erum, ef að þetta bætist ofan á það sem nú þegar er umfram í þeirri aflareglu sem við erum að praktísera, þá erum við komin í veiðiálag sem var hér fyrir 20 árum eða svo og við sáum á þeim tíma að það var ekki sjálfbært og því var gripið til þess að færa veiðihlutfalli úr 25% og niður í 20% sem er í raun 22 til 23% og þetta er einfaldlega þetta sem við erum að benda á. Út í heim, tollarnir í Bandaríkjunum sem viðskiptadómstóll dæmdi ólöglega í fyrrakvöld mega standa óhaggaðir þar til áfrýjunardómstóll hefur úrskurðað í málinu. Úrskurður viðskiptadómstólsins hafði verið harðlega gagnrýndur af stjórnvöldum sem sökuðu dómara meðal annars að misnota vald sitt. Áfrýjunardómstóllinn samþykkti í gærkvöld beiðni dómsmálaráðuneytisins að halda tollunum meðan áfrýjunin væri undirbúin. Dómstóllinn gefur fyrirtækjunum sem kröfðust niðurfellingar tollana frest til 5. júní til að leggja greinargerð fyrir dóminn. Tollarnir sem viðskiptadómstóllinn úrskurðaði ólöglega voru 30% á kínverskar vörur, þeir fóru á tímabili upp í 145%. 25% á vörur frá Mexíkó og Kanada, 10% tollar á önnur lönd og svo aðrir sérstakir tollar á yfir 60 lönd sem Trump hafði þegar frestað fram í júlí. Eftir standa 25% tollar á stál, ál, bíla og varahluti sem fluttir eru inn til Bandaríkjanna, þar sem þeir var komið á undir öðru lagaákvæðin hinum tollunum. Trump hefur hótað frekari tollum, meðal annars 50% á vörur frá Evrópusambandinu. Þessar sífelldu breytingar hafa skapað mikla óvissu í milliríkjaviðskiptum við Bandaríkin, þar sem mörg fyrirtæki eiga erfitt með að verðleggja vörur sínar og gera áætlanir fram í tímann. It's a lot easier on my family farm in my life if it's not as turbulent and it's a little more smooth. Warpup ræktar maís og sojabaunir í Indiana. Yfir 60% af sojabaununum eru flutt út og drjúgur hluti þess fer til Kína og annarra landa í Suðaustur-Asíu.
Áætlanir 145% tolla á Kína settu allt í uppnám hjá honum. It was very erratic. I guess as a farmer we didn't know if we were going to go left, right, up or down. Since we have this 90-day pause, it gives us a little time to breathe and kind of stabilize where prices aren't so erratic. En þetta 90 daga hlé verður liðið áður en uppskerutíminn hefst hjá honum. If prices and commodities continue as they are or they go down, our family farm is going to have to look for alternative income. Þeir sem flytja vörur til Bandaríkjanna eru líka í óvissu framtíðina. Í Evrópu vofir hótunum 50% tolla á Evrópusambandið yfir. Si estamos limitados en un potencial grande que teníamos depositado en Estados Unidos y eso va a hacer que prácticamente que ese umbral económico que al final el agricultor tiene que ver para producir mayor o menor cantidad de aceite, pues estos olivos prácticamente que se pueden incluso hasta abandonar. Þetta verður til þess að nú horfa Spánverjar í ákveðri augum fríverslunarsamning við 5 Suður-Ameríkulönd sem á að taka gildi í sumar. Hann hefur verið gagnrýndur vegna ójafnrar samkeppnisstöðu, en nú þetta í huga margra Spánverja nýr markaður. Tener un mayor comercio con esta zona geográfica para nuestro aceite de oliva. Y por tanto podría compensar en parte la pérdida que podamos tener de mercado en Estados Unidos. Handknattleikssamband Íslands og færsluhirðirinn Rapid hætta samstarfi frá og með 1. september. Rapid og forveri þess hefur verið einn helsti styrktaraðili HSÍ síðustu áratugi. Tengsl fyrirtækisins við Ísrael hafa skapað mikla umræðu samstarfið. Íslenska kvennalandsliðið huldi meðal annars merki fyrirtækisins á myndatöku í vor eftir landsleik við Ísrael. Fréttastofa greindi frá því í apríl að forsvarsmenn HSÍ og Rapid hafi fundað framhald samstarfsins. Formaður HSÍ sagði þá að skilaboð kvennalandsliðsins væru skýr og að sambandinu bæri skylda til að hlusta á leikmenn. Það væri engin launung að það væri umdeilt að sambandið væri með auglýsingu frá fyrirtækinu. Þorpið Blatten í Sviss nánast horfið eftir að jökulskriða skall á því í fyrradag. Brot úr jöklinum hafa stíflað ána í dalnum með hættu á stórflóðum. Brotin úr Birkjöklinum í kantónunni Valais í Sviss eyrðu engu þegar þau ruddust eftir þorpinu Blatten á miðvikudag. Þorpið hafði verið rýmt nokkrum dögum áður þar sem hætta var á að jökullin myndi brotna, en eins manns þó saknað. Eftir þessar hamfarir var lítið eftir af þorpinu. Það sem einu sinni voru reisuleg hús flýtur nú í jökulvatninu. C'est un événement que tu vois tous les 1000 ans. Ici dans le Lötschental, on n'a jamais eu un événement comme ça parce qu'on n'a jamais eu des sources écrites qui ont montré qu'il y a déjà un choc comme ça maintenant. En þetta ekki eina afleiðingin af hruni jökulsins. Brot úr honum hafa stíplað ána Lonsa og lón hefur myndast fyrir ofan þá stíplu. Þetta skapar hættu á flóðum alla leið í Rónardalinn þar fyrir neðan. Íbúar í þorpunum Gampel og Steg hafa áhyggjur og var mörgum þeirra ekki svefnsamt, vitandi af þessari hættu fyrir ofan sig. J'ai pas dormi beaucoup non plus cette nuit. On attendait tout le temps, arrive quelque chose, il faut partir. Yfirvöld tilkynntu í dag að frekari rýmingar væru ekki fyrirhugað en vel fylgst með stöðunni. Ich denke, wir hoffen, dass es zu keinem großen Übertritt kommt. Der See wird sich langsam im gleichen Tempo, wie es von hinten füllt, irgendwo den Weg suchen und auslaufen. Það stafa líka hætta af fjallinu sem skriðan kom frá. Þar sést þyrlast upp ryk. Berg ist weiter instabil, man sieht, wenn man hochschaut, auch immer wieder Staubwolken, die sich bilden. Also es ist durchaus damit zu rechnen, dass weitere Bergabbrüche, Felsabbrüche, Gletscherabbrüche passieren werden. Margar ungar konur og kvár upplifa að kynjajafnrétti hafi farið aftur. Eitruð karlmennska og kvenfyrirlitning þrífist á samfélagsmiðlum. Í ár svokallað kvennaár í tilefni 50 ára afmælis kvennafrídagsins og hálfrar aldar baráttu fyrir jafnrétti kynjanna. Boðað var til þjóðfundar ungra kvenna og kvára í mars. Í nýrri skýrslu þjóðfundin kom meðal annars fram að fundargestir hefðu verið sammála að bakslag hefði orðið í jafnréttismálum. Það sem var kannski mest kallað eftir var í raun bara að við myndum eiga þetta samtal. Eitruð karlmennska og kvenfyrirlitning fari vaxandi á samfélagsmiðlum og vegna áhrifavalda eins og Andrew Tate. Bakslagi dálítið að byrja þar og við erum dálítið að missa af þessum mannlegri tengingu. Lífið okkar orðið þar
og þá ekki verið að taka þessa samræðu og undirstaða haturs byrjar þar. Íhaldssöm viðhorf, jafnvel úr pontu Alþingis, hafi ýtt undir skaðleg viðhorf til jafnréttis kvenna og transfólks. Manni finnst alltaf þegar maður skoðar samfélagsmiðla, þá maður svolítið svona hvað að verða heiminn, en þegar maður í kringum krakka, þá þetta ekki svona slæmt. Meiri kröfur séu gerða til stelpna en stráka. Þeim sé hrósað fyrir að vinna við störf þar sem konur hafi verið meirihluta, en stúlkur sem leiti í karlastéttir þurfi sífellt að sanna sig. Væntingarnar sem við höfum til kynjanna og hvernig það leggjast ólíkt á karlmenn og konur. Umræða vanda drengja í skólakerfinu og menntunarstig karla gangi út frá því að vandamáli snúist að karlar séu í minnihluta í háskóla, þegar raunin sé að karlar þurfi ekki að mennta sig til að njóta sömu virðingar og konur eða fá sömu eða betri kjör. Baráttan fyrir jafnrétti sé fyrir okkur öll. Þetta ekki bara konur sem eiga að taka þessa baráttu á sig, heldur þetta eru við öll. Tónlist sem fangar hafa aðgangað í fangelsum getur hjálpað þeim að komast aftur inn í samfélagið þegar afplánun lýkur. Þetta segir tónlistafræðingur sem rannsakar viðfangsefnið í 3 löndum, þar á meðal á Íslandi. Oine Manaueng leiðir hóp frá háskólanum í Oslo í Noregi sem rannsaka tónlist í fangelsum í Noregi, á Írlandi og á Íslandi. We've been very interested in what kind of music is in prison in Ireland, Iceland and also Norway. So we're doing a comparative research project about what kind of music there are in prisons. Manaueng segir Ísland hafa orðið fyrir valinu vegna smæðar landsins. Fangelsismenning sé lítið rannsökuð þrátt fyrir að hér sé auðug menning. So we thought there was probably a lot happening here that maybe we should know about, especially in terms of music, and there is a lot. Manaueng segir tónlist í fangelsum líflínu fyrir marga. Hún sé leið til að tjá tilfinningar, byggja upp sjálfstraust og hjálpa fólki í bataferli. So what we're seeing in our research is that music can be a way of connecting people with their communities and helping to support their re-entry back into the community afterwards, providing a social network and a framework and a creative opportunity for people to get together. Manaueng var stödd hér á landi fyrir stuttu ásamt samstarfsfólki sínu. Hún flutti fyrirlestur á afmælishátíð Afstöðu félagsfanga á dögunum. Þar kom Gústi Hraundal, fangi á Sogni fram og flutti frumsami lag. Leyndarmál öll við eigum, sumur ljót og önnur falleg. Nána verður fjallað tónlist í fangelsum í Heimskviðum á Rás 1 á morgun. Já, meira af mannbætandi tónlist. Því tónlistarmaðurinn Birnir blæst til útgáfutónleika í heimabæ sínum Kópavogi í dag í tilefni af nýrri plötu. Tónleikarnir eru úti í góða veðrinu og það frítt inn. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það hlýtur að vera góð mæting. Já, það allt að fyllast hér í portinu á Mosley fyrir aftan mig. Platan Dyrnar kom út á þriðjudag og síðast þegar ég gáði, sem var nú bara rétt áðan, þá voru öll lögin, 21 talsins, á topp 50 listanum á Spotify á Íslandi. Það styttist í að Birnir sjálfur stígi á svið, en já, áður en að gera það ætlar hann aðeins að ræða við okkur, hann hérna hjá mér. Birnir, þú hlýtur að vera ánægður með viðtökurnar. Já, mjög svo. Og þessi tónleikar hérna í góða vernu, það hefur væntanlega ekki komið annað til greina en að hafa þá hér í heimabænum? Nei, mér fannst aldrei neitt annað komið til greina en að halda útgáfupartí í Kópavoginum, í Kársnesinu, hérna á Mosley, bakarinu, það sem að öllum boðið. Og þessi plata, Dyrnar, já, þú ferð aldrei svona á dýptina í henni eins og svo sem í öðrum plötum líka. Hvað þessi plata? Ég ætla ekki að spoila því fyrir hlustandanum. Þið verður bara að fara á Spotify og hlusta á hana sjálf og dæmi hver fyrir sig. Fara á Spotify, já, eða mæta hingað, hverju á fólk von á hérna í kvöld? Fólk má búast við góðum stundum, góðri músík. Það eru borgarar á grillinu og það eru drykkir í boði. Þannig að ég held að fólk megi bara búast við hérna góðum stundum. Einmitt að ég hugsa að ég segi bara góða skemmtun til Birnis og allra sem eru hérna. Við kveðjum hérna úr góða veðrinu í Kópavogi. Takk fyrir það, Alexander. Það eins gott að nýta góða veðrið meðan það gefst. Því veður hefur verið nokkuð einsleitt undanfarna daga og þrátt fyrir stöku skúradembur hefur það einkennst af hægum vindi og góðum sólarköflum víða land. Morgundagurinn verður á sama meiði en á sunnudag tekur veður hins vegar að breytast með úrkomu mestallt vestanvert landið. Kólna mun eftir helgi þegar norðanstrengur gengur inn yfir landið og má þá jafnvel búast við snjókomu eða slyddu á köflum norðan og austanlands. Nánar veðrið næstu daga að loknum íþróttum.
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta fékk góða byrjun gegn Noregi í þjóðadeild Evrópu í Þrándheimi í kvöld, en þar með var ekki öll sagan sögð. Við sjáum flott tilþrif frá Evrópumótinu í áhaldafimleikum í Þýskalandi, keppt var til úrslita á einstökum áhöldum í dag. Og leikir KR í bestu deild karla í fótbolta halda áfram að bjóða upp á mörg íþróttir hér eftir fréttir. Já, þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 3 börn frá Gaza koma hingað til lands í kvöld og hitta móður sína eftir 10 mánaða aðskilnað. Hvergi meira hungur í heiminum nú en á Gaza, að sögn Sameinuðu þjóðanna. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar telur að nýtt strandveiðifrumvarp atvinnuvegaráðherra geti valdið því að gengið verði of hart á fiskistofna. Ráðherra vill afturkalla heimild Fiskistofu til að stöðva strandveiðar. Framleiðendur í Bandaríkjunum vita ekki hvernig bregðast eigi við sífelldum breytingum Bandaríkjaforseta á tollum. Þeir tollar sem hafa verið dæmdir ólögmætir fá að standa þar til áfrýjun lýkur. Enn hætt á skriðum úr fjallinu í Sviss, þar sem stór jökulskriða lagði þorp í rúst fyrr í vikunni. Þá hefur jökulbrot stíflað á við þorpið sem skapar mikla flóðahættu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is, hann uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið. Þessum fréttatíma lokið, njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Leynibruggið, ævintýralegir danskir þættir fyrir alla fjölskylduna. Vinirnir Charlie, Niels og Tanja eru í fríi á Borgundarhólmi. Vinkona þeirra sökuð að skemma verðmætt listaverk á safni Ólafs Höst og þau eru staðráðin í að sanna sakleysi hennar. Háskalegur lokakafli, Magpie Murders. Ritstjórinn Susan fær í hendurnar handrit að nýjustu skáldsögu glæpasagnahöfundarins Alans Conway. Lokakaflan vantar í handritið og þegar hún fer að leita að týndu blaðsíðunum flækist hún í vef lyga og leyndarmála. Brimaldan stríða, The Weight of Water. Fréttaljósmyndarinn Jean rannsakar hrottaleg axarmorð sem framin voru árið 1873. Á sama tíma glímir hún við afbrýðisemi og tortryggni í hjónabandi sínu. Það var frammistaða sem að lengi verður í minnum höfð. Akkur ættum við að vera í fótbolta? Það myndi enginn koma að horfa á einhver. Þetta kosti bara. Þetta fáránleiki, en þetta var svo. En við fengum það í gegn að stofna landslið. Ég var valinn í landslið. Mér finnst klikkað að þessar konur sem voru á undan okkur hafi þurft að berjast svona mikið fyrir bara að fá að spila fótbolta. Ég var bara andlega búin á því. Ég varð aldrei söm. Þetta var endurinn á mínum landsliðsferli. Draumurinn enn ekki úti. Okkar besta Olga Fessur. Íþróttamaður ársins, Margrét Lára Viðarsdóttir. Fyrsta íslenska súperstjarnan. Ég bara eitthvað róttækt, eitthvað sem allir taka eftir. Það snýr sig við, þá sér mann allt í einu bara trillt læti. Þarna fannst mér þjóðin fatta, við eigum stórkostlegt kvennalandslið. Vá, tilfinning.